Já, komið sæl. Þetta þá fyrsta atriði þáttarins í kvöld, hérna við Rauðaborðið. Aðalsteinn Hjartarson blaðamaður og Björn Leví Gunnarsson alþingismaður. Svona, ég ætla ekki að móðga ykkur, ég reyndi mjög mikið að fá til konu með okkur. En það reyndist alveg ómögulegt. Var það eftir þú sagðir að við? Nei, Takk fyrir. Nei, það var eigin, ég var bara ólánsamur, þetta var allt stöngin út hjá mér. Herðu, en hérna, Björn Leví, þú varst við mótmæli í morgun. Já, ég rendi þarna framhjá og bara leiðin í vinnuna. Já. Þegar maður sá mótmælin og voru að syngja svo afskaplega fallega, maður stoppaði og bara fór að syngja með. Það voru gömlu leikskólalögin sem maður heyrði bara og fekk bara góðar æskuminningar og í rauninni minningar úr svona fyrstu vinnunum minni eiginlega eftir framhaldsskóla. Já, en þetta er mikið alvöru mál. Alveg rosalega og mér finnst sko mjög áhugavert hvernig þetta að spilast út því að ráðherra vitnar svo rosalega mikið í bara svona eru lögin. Það komið niðurstaða eftir 2 stjórnsýslustig eins og það hljóma eitthvað rosalega merkilegt og svo framvegis þegar það eru þau sem að sömdu lögin og allavega við vorum að sko vara þau við að svona gæti gerst ef að þau myndu samþykkja þau lög sem að fóru þarna í gegn. En svona hvað? Sko, já, þessi svona aðstæður. Fólki hent út á götu, eins og var fyrir nokkrum missunum síðan. Og að einmitt mál fatlaðs barns myndi lenda í svona aðstæðum. Og manni alveg spurn hvort að þau hafi áttað sig á því. Okkur fannst þau áttað sig á því, allavega í fyrra skipti sem að breytingarnar á útlendingalögunum fóru í gegn. Ég veit ekki með seinna skiptið, þeim var einhvern veginn meira sama þá, voru búin að gefast einhvern veginn upp á þessu, bara koma þessu bara í gegn og ljúkum þessu af. Hvort að þau áttu sig á því að þessar aðstæður myndu koma upp, að þetta væri uppskriftin rauninni að því sem að gerast núna. Að þau þyrftu að standa frammi fyrir svona erfiðum hlutum. Já, og þá langar manni rosalega til þess að spyrja þau þá núna. Var þetta markmið? Vildur að þetta myndi gerast? Eða eru lögin fóruðu kannski aðeins lengra heldur að þau byggust við eða ætluðu að gera? Já, það nú samt ekki, sko á viðbröðunum í morgun að dæma, þá er það ekki, þá er ekkert að þess að koma beinlínu svo óvart, nema þá kannski einhverjum ráðherrum Vinstri grænna. Og framsóknar, ég meina, barnamálaráðherra kallaði í sumar eftir skýrslu úttekt það hvernig þetta mál myndi passa við barnasáttmálann. Ég efast að sú skýrsla eða sú úttekt hafi verið gerð. Nei, en það sem að virðist koma fólki á óvart og þar á meðal einhverjum þingmönnum og ráðherrum að það skulle vera farið inn á Landspítalann til að sækja þetta barn. Og sem Landspítalinn bendir sjálfur á í tilkynningu að þá er það ekkert hafið yfir allan vafa að lögreglan hafi heimild til þess að fara þarna og sækja sjúkling. Þannig að það er það sem að kemur einhverjum óvart. En það verðist ekki komin einu ráðherrum á óvart að það sé fötluðu barni vísað á göttuna á Spáni. En það samt einmitt tekið bara hérna var allt vel gert eftir lögum og alls konar svoleiðis sem ég held að sé bara bull. En það segir það bara til að firra sig á einhverja ábyrgð. Og það sem við heyrum þessi svona trúnaðarlæknir sem að sér það að kvitta upp á hvort að fólk sé ferðafært eða ekki. Gerir það bara ekki símtal, bara símaviðtal. Hittir jafnvel fólk ekkert. En mér finnst það líka sem að segja, drengurinn er innritaður á sjúkrahúsi þegar þeir koma að taka hann. Og hann það ætti að vera friðhelgi við leikmennir ímyndum okkur kannski það ætti bara að vera friðhelgi og tekur ekki sjúkling bara úr rúminu og fer með hann og hvað þá barn og svo var hann bara hýstur á listu bara klukkutímum saman. Já, svo er náttúrulega líka bara einmitt staldramæði það og hugsa bara hver á þörfin á því að sækja drengin á þessum tímapunkti að láta hann bíða og það er ekki eins og að sé bara 1 flug á milli Íslands og Spánar. Þú veist, hvað þú veist, það er einhvern veginn allt í ferlinu svo ómanneskjulegt. Já, mennskan gleymdist alveg þarna. Já, hún gleymdist alveg. Þau eru víst að vinna á bara dagsetningu, það er 21. september þá rennur út
svona umsóknin á Spáni. En einmitt, ég stóð í þeirri trú með umræðina og bara þannig að það sé tekið fram, ég búin að vera hérna í 7 mánaða barneignarleyfi, þannig að ég ekki búin að vera að fjalla þetta neitt. En minn skilningur var alltaf sá, og Björn, þú þekkir það kannski betur, að þessi fjölskylda væri með sem sagt, skjól á Spáni, en svo virðist ég skil það þannig úr því sem að nú sagt, að hún sé ekki komin með neitt skjól, hafi ekki fengið neina efnislega meðferð eða bara neina meðferð á sinni umsókn á Spáni. Þannig að við erum í rauninni ekki að senda einhvern einstaklinga tilbaka þar sem þeir hafa þegar hlotið alþjóðlega vernd. Heldur í annað umsóknarferli í rauninni. Ég satt að segja, ég þekki ekki þau smáatriði málsins. Fyrst komið til Spánar. Komið fyrst til Spánar voru þar í 3 daga og fara síðan til Íslands. Segjast alltaf hafa verið leiðin til Íslands. Þannig ég velti því fyrir mig, erum við burtséð frá því að hvort þið farið inn á spítala sem mér heyrist einhvern veginn allir nema dómsmálaráðherra og lögreglan vera sammála að hafa verið alltaf lélegt, að þá erum við að taka eitthvað barn sem er veikt og ætlum að senda það í eitthvað ferli sem er ekki einu svona hafið eitthvað annars staðar. Af hverju? Mjög góð spurning. Mjög góð spurning, bara af hverju. Einhverju verið að svara henni. Ráðherran svara nefnir bara hérna búið að fara í gegnum ferli, 2 stjórnsýslustig og alls konar svoleiðis, og eins og það sé eitthvað heilagt af því að þegar allt kemur til alls, þá það starf okkar á lögþingi að íta bara á já, greið ekki atkvæði, nei, takka, þegar allt kemur til alls. Við erum bara fylgja sannfæringu okkar, ákveðni bara samvisku okkar. Það bara, stjórnarskráin þannig, alþingismenn eru bundnir sannfæringu sinni, við erum ekki neinu öðru þegar allt kemur til alls. Við erum með faglega stjórnsýslu sem á að fara eftir lögum og þegar að það kemur lagaleg niðurstaða eins og þessi, að þá hljótum við að bera hana saman við það svona fyrirætlanir sem við höfðum þegar við þá samþykktum lög og spyrja okkur, var þetta niðurstaðan sem við byggumst við þegar við vorum að samþykkja þessi lög, eða ekki? Já, eða líka bara, lögin funkar ekki, sama hvernig við heldum að þetta myndi gerast, lögin funkar ekki eins og við viljum, við breytum það bara lögum. Alltaf tala lög eins og svona náttúrulögmál og bara það búið að skrifa lög og þá verður þess ekki breytt. Þetta mjög lögfræðingalegt, þau nota sett lög sem rök sem kannski eðlilegt fyrir í dómsmáli, en það ekki eðlilegt í samfélags... Já, að lögfræði eru félagsvísindi. Já, þetta ekki samfélagslegu umhverfi og sérstaklega þegar maður að tala við fólki sem að semur lögin, leggur þau fram á þingi, að þau nota einhvern veginn þau rök að það sé einhvern veginn óbreytanlegt eða eitthvað svoleiðis, einhver fasti í jöfnunni sem bara alls ekki. Þegar þetta aðeins að koma betur í ljós í dag, að þá sáum við í gærkvöldi, að við sem horfum á Silfrið, að Guðrún Hafsteinsdóttir bara mjög ákveðin í þessu, þetta breytir engu, þau muni fara. Og mér finnst einhvern veginn eins og þegar Guðmundur Ingi hringir í Bjarna BN og hann hringir þá í Guðrúnu og þá henni bara eiginlega misboðið. Hún bara segir það að hún hafi teygt sig of langt, hún mátti ekki gera þetta. Og Haukur Arnórsson, stjórnsýslufræðingur, hann segir, ég sé stjórnsýslufræðingur verið að segja að ríkisstjórnin hefði ekki átt að láta neyða sig til lögbrota, hún hefði frekar átt að fara frá, við verðum að búa í réttaríki. Og mér fannst hún eiginlega vera að tala í þessa áttina, Guðrún. Já, hún bara viðurkenndi það í rauninni að hún hefði brotið lög, en frá mínu sjónarhorni séð að þá líka skylda fyrir henni að ræða mikilvæg málefni fyrir ríkisstjórn. Við höfum landsdóm einmitt það að ráðherra hafi gerst brotlegur vegna þess að hann fundaði ekki mikilvæg málefni fyrir ríkisstjórn. Og ef þetta þannig mál að ríkisstjórnarsamstarfið er í rauninni hættu, þá er það alveg skiljanlegt. Þetta svona kannski þolendalaus glæpur ef eitthvað allavega að fresta þá brottföruninni, eins mikill skaðið og varsamt að fara í hana í heild sinni, að ég skil alveg þarna er valið að brjóta þá kannski mögulega lög varðandi umfjöllun mál fyrir ríkisstjórn og að brjóta þá þessi lögum brottvikninguna. Þannig að ég myndi allavega skilja það sem svo að það hefði verið þá rétt ákvörðun, svona varlegri ákvörðun að taka málið þá fyrir ríkisstjórn og segja þá allt í lagi við skulum ekki
En þá leið og drengurinn útskrifast að sjúkrahúsi, sem vonandi verður fyrir seinna, sem ekki svo mikið veikur, að þá eiga þau þetta á hættu að vera sem sagt send úr landi. Já, jafnvel bara strax í dag. Hann reyndar á sjúkrahúsi, ekki? Já, en það var ekkert vandamál fyrir lögreglunni eða dómsmálaráðherra. Dómsmálaráðherra segist hafa með óbræði munni stoppað þennan brottflutning af því að það átt að ræða til ríkisstjórn. Nú búið að ræða til ríkisstjórn. Og hvað svo? Verður þá ekki bara að fara aftur inn á spítalann? Aftur þessi drengur látin kannski sitja hérna í 8, 9, 10 klukkutíma að bíða til flugi? Nei, ég veit ekki, þetta allt einhvern veginn. Henni var misboðið, það alveg augljóst. Já, hugsaum aðeins það. Henni var misboðið að einhver skildi vilja staldra við og ræða það hvort það ætti að senda veikt barn úr landi á götuna á Spáni eða í einhver óljós úrræði á Spáni. Það var ekki það að það væri óbræði munni að fara inn á spítalann og sækja drenginn og láta hann dúsa í 8 tíma á flugvelli. Nei. Það var bara... Það eru lagalegur ekki nótuð og frið einhvern veginn samvisku sína út frá því að þetta var nú samkvæmt lögum. Sem þau settu og allt þetta svo rosalega óþægilegt og jafnvel á þess að gera sér grein fyrir þýðingu þeirra einmitt, eins og þú varst að segja það er svo margt ómanneskjulegt löglegt sko. Það er það nefnilega og þess vegna er þetta svo mikið samvisku hlutverk að þingið í rauninni, við erum með lýðræði með þingbundna stjórn en í raun og veru erum við með eins og staðinu núna allavega 3 ríkisstjórnir, ef ekki bara 12 ríkisstjórnir, þar sem að hver ráðherra er í rauninni að vinna í ákveðnu geðþóttavaldi og þingbundin stjórn bara eitthvað djók með núverandi aðstæður. En það líka, mér finnst líka þessi ráðherrarnir að mjög þeir hafa svo mikið mikla peninga, þeir geta verið að verja peningum í eitt og annað og svo ég veit ekki hvort það sé allt í fjárlögum þessars, ég veit ekki. Nei, núna er ekki lengur í fjárlaganefnd. Eina ástæðan fyrir því einfallega bara að ég bara tek ekkert marka á þessu fjárlagafrumvarpi. Fjárlagafrumvarpinu undanfarið og fjármála áætlanirnar hafa verið þannig að það er lagt fram á þingi. Svo tekur við ákveðin tími það sem er gjörsamlega tilgangslaus umfjöllun fjárlög eða fjármála áætlun af því að við vitum að það koma uppfærðar tölur einhver tíman, rétt bara í desember eða maí eða júní þessum í fjármála áætluninni sem að gjörbreyta öllum forsendunum og gera alla umfjöllun og allar umsagnir og allt sem sagt frá framlagningu til uppreiknings gjörsamlega tilgangslausa. Ekkert við að gera. Við þurfum í rauninni að fá nýjar umsagnir allar breytingarnar og heildaráhrifin sem eru þar en við fáum aldrei tíma fyrir það því að það eru bara að koma þingdók og allir að fara heim í jólafríði eitthvað svo leiðis. Þannig að ég tek 0 mark á fjárlögum en það eru ráðherrar bara farnir að fara með fjárheimildir á gríðarlega frjálslegan hátt þegar allt kemur til alls. Ákvarðanir það hvernig á að fella niður sjóði hinga og þangað sem jafnvel kjarasamningsbundnir og ég veit ekki hvað og hvað þetta er orðið villta vestrið í þessu Já. Það er sem frelsi þeirra til fjárútláta ríkisins er mjög mikið. Algjörlega. En strákar, þetta er eitt mál. Og þetta er vondmál. Svo ég orðið kannski frelsið nei en framkvæmdin já. Þannig að mega þeir nú ekki en gera það samt. Frelsið til framkvæmda? Frelsið til framkvæmda? Það tekið skrefinu lengra heldur en lögum og fjármál gera ráð fyrir að það megi gera. Og hvaða stjórnarskrafin. En það ríkisstjórnin hefur enn sem komið staðið þetta sér. Já. En það er kannski ekki útsið með það, ég veit það ekki. Jú, að þau keftust nú við það ráðherrarnir að segja að ríkisstjórnarsamstarf var ekki í neinni hættu og aldrei neinum stjórnarslitum verið hótað og Svandís sagði nú Svavarsdóttir ég veit ekki hvað að kalla hana, hún ekki eitthvað svona de facto leiðtogi aldrei verið öruggari eitthvað svoleiðis sagði hún Já, við erum búin að komast í gegnum allt sem við komast í gegnum þá lifum við þetta af og er það ekki líka dálítið ekkert að þessum flokkum myndi vilja að fara í kosninga núna Nei Ég skil það ótrúlega vel Vinstri græni kannski fristandi ef þetta mál er eða 300-400 manns að mútmæla því hvort er þetta það stórt mál Já, en segja síðan leið einmitt, það er eitthvað sem ég var að ranta hérna á skrifstofun áðan bara
þau eru búin að vera að bíða eftir einhverju mómenti þar sem að þeirra gamli hópur, stuðningskjarnahópur einhvern veginn ánægður með það sem að Vinstri græn gera. Það var í morgun, alveg þangað til að ráðherrarnir mættu og sögðu, já, nei, við ætluðum nú ekki að gera neitt í þessu, við ætluðum bara að ræða þetta og það var aldrei neitt í hættu. Við höldum bara áfram eins og ekkert að við skorist. Þá held ég að hafi strax mist þetta moment frá sínum gömlu stuðningsmönnum. Skutuð framjá bara strax og við gátu. Já, ég hefði á tilfinningunni. Svo það ekki kjarnahópurinn sem að endilega ræður kosningunum þegar allt kemur til alls. Niðurstöðum kosningana. Þið þurfa náttúrulega kannski að tryggja baklandi. Þetta stærri en baklandi, Þau eru að horfa í rauninu upp á áhrifin sem að komu vegna Bjartar framtíðar, Bjart framtíð gerði að mínum mati tók rétta ákvörðun eftir trúnaðarbrest í ríkisstjórn að slíta samstarfi. Bara þannig virkar trúnaður innan ríkisstjórnar og svo framvegis og þú getur ekki gengið á hana að það sé afleiðingar af því. Jú, það samt í? Getur ekki gert það? Er það ekki það sem að þetta ríkisstjórnar samstarf hefur sýnt fram á? Núna, já, einmitt. Og þau eru raunni geta ekki slitið samstarfinu einmitt út af því að þegar Björt framtíð gerði það, þá þurrkaðist Björt framtíð út af þinginu. Þrátt fyrir raunni hafa tekið góða ákvörðun. En Reykir, ég þeirra skoðunar að Björt framtíð að banabitinu var að ganga inn í þessa enga ríkisstjórn. Ekki að þeir slitinni, heldur að því að það gengur inn í hana. Þá var þetta bara búið. Já, ef ég man líka rétt að þá var Viðreisn tilbúin að slíta þessu ríkisstjórnarsamstarfi út á sömu ástæðu, Þú voru bara Björt framtíð fyrir til, Og nú eru þeir bara þau að dansa bara ágætlega í sín 10-11%. Ásýndin samt svo að því að Björt framtíð sleit og þá var henni runni refsað með því að fella með á þingi. Það sýnin sem að fólk hefur á þá atburðarás óháð því hvað en Vinstri græn eru náttúrulega allt annars eðli sem stjórnmálahreyfing heldur en Björt framtíð var. Þetta stjórnmálahreyfing með dálítið sterkar hugmyndafræðilegar stoðir, allavega í orði og svo náttúrulega það sem búið gagnrýnið fyrir að hafa ekki fylgt í eftir ríkisstjórn. En þetta náttúrulega á sér langa sögu, eru með svona innviði sem að margir nýju flokkar sem að spretta fram hafa bara einfaldlega ekki og Píratar hafa verið að reyna að byggja upp. Og það bara rosalega erfitt, Það er rosalega erfitt að ná svona víðtæku félagsstarfi all land. Það eru alltaf þessi flokka áhrifi á hverjum stað sem er rosalega erfitt að yfirstíga. Bara ef við höfum alveg fengið dæmi þess að fólk sem vill koma og taka þátt í félagsstarfinu og þá er bara atvinnuútilokun sem að horfir fram á. Þetta er rosalega erfitt. Er dæmið það? Fólk hafi mist vinnuna af því að það... Nei, hótunum það. Þannig að það ekki leitt til þess að fólk tekur ekki þátt. Það sem að leynir sér ekkert, ekki í smerri samfélögum. Það fer eitthvað milli mála ef einhver orðin Pírati. Mitt. Og það geta mist verkstjórastöðuna. Já, ég veit ekki hvort það endala svo stóra stöður eða hvernig sem það var. Það eru nokkur dæmi sem við höfum þetta. Já. Herðu, þegar ég var að horfa á Silfur í gær, eina manneskja sem ég skildi fullkomlega þarna var Inga Sæland. Henni var svo misboðið. Út af efnahagsástandinu og þessu okurvöxtum og álögum sem er á fólki. Og mér fannst þetta Sigurður Ingi bara að vera svolítið bara rokkinn með þetta og það verði alltaf ykkur undir og hann alltaf bara kom á altaranum bara og ykkur myndi verði undir honum, tækist ekki öllum að bjarga sér og eins og það var í lagi, Já, það, ríkisstjórnin er búin að tyggja þessa möntru aftur og aftur og aftur að það sé bara allt í himnalagi og ráðstöfunartekjur og ég veit ekki hvað sem er bara ósambærilegar við allt annar staðar í heiminum og ég veit ekki. Já. En svo þegar var að skoða, þetta var ný könnun sem var að koma út, prósent, við vorum að fjalla þetta hérna í bakherberginu að sem sagt hvað er alltaf 40% heimila sem eru í rauninni annarkvort að ganga á sparifé sitt eða þaðan að verra í rauninni til þess að ná endum saman hver mánaðamót sem er breyting frá í kringum fjórðungi í staðinn fyrir 40%. Það er breyting sem er að gerast á þessum undanförnum misserum að ráðstöfunartekjur er að skreppa saman og það er alltaf verið að horfa alltaf verið að velja út í fjárlagafrumvarpinu það er alltaf verið að velja út einu stærðina sem að
sko lítur vel út, meðaltölin yfir alla því að við erum með skekta tekjudreifingu og þess aftar og þá rosalega þægilt horfa í meðaltölin, svo horfum við miðgildi og það allt önnur staða. Þar í miðgildinu eru flestir, augljóslega. Þá erum við ekki að horfa á það sem að toga okkur upp hérna í tekjum í meðaltalinu. Já, við sáum þetta þegar við tókum saman hátekjulista heimildarinnar sem að við gerðum líka þegar þetta heit Stundin. Þá vorum við með svona hátekjulista og við sjáum það að þú þarft töluvert auknar meira af tekjum á ársgrundvelli núna heldur en árin þar áður til að komast í þetta 1%, sko. Þannig að, jú, það er fullt af fólki sem hefur það miklu betra núna heldur en áður. Já, en það má ekki að við. Nei, ég er að segja. Í öllum gagnagreiningum tekur útlagan alltaf frá til hliðar til að reyna að sjá raunverulegu myndina. Akkurat. Og það hefur ríkisstjórnin aldrei gert. Hún har alltaf fundið glansmyndina og verið tilbúin í glærusýningarnar og frasakeppnina og svo framvegis. En neitast að horfa í augu við það að við verðum að skoða hvar sko í rauninni núllið á hver mánaðamót að lenda. Hvað í svona tekitíundunum það að færast fram og tilbaka. Og allar vísbendingar eru það að það séum að færast upp tekitíundunar að undanförnu, einmitt sérstaklega vegna aukna álagna vegna hærri vaxta og svo. En hvað er þetta stór hópur sem ekki endur saman? Það var talað þessi 39% sem eru einmitt að ganga á annarkvort sparnað eða eru að safna skuldum eða nákvæmlega sem 40% heimila held að það hafi verið. Þetta er svona allt í kringum okkur. Þetta í rauninni, það ortu þarna undir, allir sem eru undir miðgildinu eða svo, sem eru í þessum krökkum. En það sem ég ætlaði nú að segja, ekki bara brandara hátekjulistan og það fólk sé nú að þína svo miklu meira, en það sem við sjáum í gögnum, að því við söfnum sko tölvöld mikið meira af gögnum heldur en bara þessu 1% til þess að vera vissum að hafa alveg örugglega þetta 1%, og það sem við sjáum að sko, þeir sem eru á listanum hafa tölvöld herri ástekjur núna heldur en í fyrra, eða sem sagt þetta fyrir 2023 heldur en 2022, en síðan fallið sem sagt þegar þú kemur niður í prósent nummer 2, það töluvert, sko. Þannig að þetta sko, það virðist vera, og nú hef ég náttúrulega bara þessi gögn til að skoða og við fæum náttúrulega ekki öll gögn frá skattinum sem skrítið og við getum tekið sérstaklega umræðu eitthvað seinna, en þarna kemur fallið bara tiltölulega hratt. Þannig að þeir sem eru í sko ekki efsta prósentinu, heldur kannski næsta prósentu þar á eftir, eða jafnvel prósentinu þar á eftir og niður kannski 5%, það orðið fólk sem eru kannski bara læknar og ganga vaktir eða eitthvað fólk sem vinnur störf sem við sem samfélagi erum bara held ég öll með mikinn skilning á að fá bara dálítið vel greitt fyrir sína vinnu, en það þetta efsta 1% sem eru algjörlega úr takti við allt, sko. Og nú hef ég bara tilfinningu að því ég búin að gera þetta í nokkur ári í röð að þetta sé að verða sko meira. Þetta augljóslega hópurinn sem að svona fá rjóman til sín. Og hinum endanum þetta fólk sem birtist í þessari könnun sem ég var einmitt bara að skoða áður en við löpuðum hérna inn með þessu áhugavert, sem þarf að ganga á sparnaðinn sinn eða safna skuldum til þess að ná endum saman. Já, ég veit átt að skuldir heimila eitthvað ævintýralegt, sko. Ekki? Jú, það hefur verið að hækka sérstaklega í svona smálánunum var vesen og yfirdráttarlánin og það sem ég fannst alltaf sko sorglegast þegar sko maður var að fá seðlabankastjóra inn á opna fundi og svoleiðis, þá var maður að reyna að spyrja hann einmitt þessa þróun og svörin voru bara við höfum ekki þessi gögn sem rosalega skrítið. Þessi gögn voru til staðar fyrir Seðlabankann eftir hrun til þess að fara í alls konar útreikninga varðandi leiðréttingur og svo framvegis. En svo verið heimildin einhvern veginn hafa horfið. Þannig að það sem að Seðlabankinn sér í rauninni bara staðan þegar að lánið tekið. Hann sér aldrei þróunum á því. Og það eru að giska rosalega mikið. Mér finnst það rosalega slæmt sko þegar verið að taka ákvörðun hækka stýrivexti og ýmislegt svoleiðis að
Seðlabankinn hafi ekki betri gögn en þetta. Já, hver afleiðingarnar verða þetta? Já, við erum í rauninni bara með sko vísbendingar í gegnum eins og svona kannanir, í gegnum svona aðeins mál hjá umboðsmanni skuldara til dæmis eða kannski það sem kannski bankar gefa út svona af og til. Við erum með rosalega margar vísbendingar hvernig þetta að þróast, en ekki nógu haldbær gögn í rauninni til þess að geta einmitt séð hvar var svona nullpunkturinn, hvar var, þú veist, hversu miklar sko, tekjur var fólk að hafa til þess að vera með 0 sko, bara eftir hver mánaðamót. Og hvernig sá nullpunktur búin að hreyfast núna á þessum árum þar sem að vextir hafa hækkað og í rauninni þessi kaupmáttarrýrnun hefur átt sér stað. Þannig að það rosalega erfitt að segja það, en vísbendingarnar eru alveg til staðar að þetta sé að aukast svona. Hér í þætti hefur áður komið fram að þingmenn segja að sko þegar þeir eru á opnum nefndafundum að þá sé ómögulegt að gagnspyrja. Það erfiðara út af svona sko bara formatinu. Það ekki eins og mikið fram og tilbaka sko og hægt að grípa kannski inn í að útskýra aðeins betur. Tíminn líka oft skammtaðri. En það þegar allt kemur til alls ákveðum fundarstjórn. Maður sér þetta í þingum annars staðar í heiminum, bandaríska þinginu til dæmis, það sem að bara fær hver nefndamaður 5 eða 10 mínútur bara til þess að tala við gestin. Getur gripið fram í hvernig sem og þetta alveg hægt að leysa þetta vandamál. Þannig að þú veist, þetta er svona formsleg. Samt sem við erum að tala hérna, þá erum við að segja að sko nauðsynlega svona grunnupplýsingar liggja hvergi á lausu. Nei. Það hver og einn að leggjast í útreikningsvinnuna til að geta talað þetta fullu viti. Og yfirleitt með sko bestu gögnin koma kannski í umsögnum frá ýmsum, þú veist eins og ASÍ eða VFR eða jafnvel Reykjavíkurborg í fjárlögum. Og svo bara frá sko fjármálaráðuneytinu og það pínu, þú veist, það gögnin sem búið að velja út glansmyndina vegna og maður þarf alltaf að vera að reyna að sko skjóta einhvern veginn í þau hvernig þau passa síðan við það sem að hinnir eru að segja og maður fær aldrei grunngögnin og það rosalega erfitt að finna svona oft göt á þessari glansmynd sem alltaf verið að sýna okkur því að þegar maður fer í hagstofugögnin þá eru þau á flóknu formati og það sér illa einmitt efstu tekið tíundunar þar og bara að reyna að púsla því saman mjög mikil vinna og mjög óáreiðanlegt ef maður er að spyrja spesifískra spurninga eins og bara hvar tekið tíunda vandinn. Já, en með þess að þú búin segja alls þetta, ég mynda með það þegar við talum svona efstu tekið tíundina að hún svo skökk að sko þeir sem eru hæst uppi að þá líta þeir kannski ekki eins ofboðslega illa út í samanburðinum vegna þess að prósenturnar eftir þeim Einmitt, ef þú myndir taka efstu tekju tíundina, þetta vaðist nú fyrir mér og myndir skipta henni upp í tíundir þá væri það mjög áhugaverð mynd. En það sést í blaðinu ykkar. Já, upp að einhverju marki sko, en við náttúrulega förum bara niður í skatt það sem eru 20.000 blaðsíðna PDF-skjal sem við þurfum bara að fletti í og megum ekki taka afrit af með neinum hætti nema skrifa það niður og við mætum tæplega 20 manns og erum í 2 daga eða 3 daga fyrir eftir hversu duglega við erum og það bara ansið takmarkað á gögnin sem að við getum safnað. Svo þessu bara en úrtækið samt nógu stórt til að taka mark á því. Já, við getum sagt bara nokkuð nákvæmlega hvað þetta tekju hæsta prósent þénaði, bæði í launatekjur og fjármagnstekjur en við getum því miður ekki sagt mikið umfram það sko. Það sem ég var að nefna áðan með þessi skörpu skil það svona meira tilfinning sem ég fæ út frá þeim gögnum sem við söfnum en ég kannski bara hveti Björn að reyna að koma búin að vera að reyna að koma því í kring að ég fá að skoða allir þessi gögn yfir lengra tímabili. Ég myndi vilja hafa kerfið svo sem svipað eins og í Noregi að þar má fletta upp í þessari álagningarskrá hvenær sem en sá sem að á tekjunar eru sem er að vera að fletta upp hann fara að sjá lista yfir það hver að fletta upp tekjunum Já, svo það ekki sanngjarnt.
Jú, ég held að það sé líka alltaf leið. Þá reyndar er erfitt að gera svona tekjuupplýsingar eins og við erum að vinna úr því að við þurfum þá að fletta upp. Já, það er annað verkefni sem maður er búin að vera að reyna að lobbya fyrir alltaf hjá Hagstofunni þegar hún kemur til fjárlaganefndar, að fá í rauninni svona nafnlaus gögn bara tekjudreifinguna. Já. Maður þarf ekkert að fara endilega niður á einstaklinga þegar maður bara fær allar krónutölunar sem slíkar og kannski námundar að næsta 1000 eða 2000 eða eitthvað svoleiðis bara svona til þess að hafa þetta einfaldara og þá sér maður heildarmyndina og þá getur maður gert alls konar útreikninga í þegar maður að pæla í skattabreitingum eða einhverju þvílíku eða með fullyrðingum það hvernig tekjur dreifingin liggur. En svo getur maður, ef maður á nóg á peningum þá getur maður alltaf stjórnaði hvað tekjur eru gefnar upp og hvar þær verða til og hvernig þær eru greiddar út og þar fram til guðum. Eitthvað sem að fólk sem er aðeins niðar á listanum. Já, og fleiri, ég get ekki ímyndað mér til dæmis hversu mikið í rauninni af tekjum fara inn í gegnum svartahagkerfið, til dæmis í gegnum vímuefni og ýmislegt svoleiðis. Og hvar þarf í rauninni að stunda ákveði peningaþvætti til þess að rúlla öllum þeim peningum einhvern veginn inn í hagkerfið. Það er bara mjög áhugavert pælinga að sjá hvar allir þeir milljarðar í rauninni, hvar þeir komast inn í raunhagkerfið. Heyrðu, en haldið að ríkisstjórnin lifi til næsta haust? Nei. Já, ég held það. Ekki næsta haust. Akkur segir nei? Ég er allavega með þá tilgáttu að það sé að koma augljóslega að koma nýr formaður í Vinstri grænum, en ég held að koma nýr formaður í Sjálfstæðisflokkinn líka. Sem er í febrúar eða ekki? Febrúar, jú. Nýr formaður í Sjálfstæðisflokknum hefur engan áhuga á í rauninni að einhvern veginn samsama sig við þessa ríkisstjórn eða eigna sér einhvern veginn þessa ríkisstjórn síðustu mánuði kjörtímabilsins. Og það tækifærið verði í rauninni nýtt til þess að hafa þá bara vorkosningar. Og endurstilla það að nota það sem ástæðu fyrir því að ríkisstjórnarstarfinu myndi væri lokið er ekki mitt af því að þau einhvern veginn springa í loftið eða eitthvað slegis heldur bara svona við ætlum að málefnalegan hátt að fara aftur í vorkosningar af því að hauskosningar eru svo slæmar fyrir fjárlög. Já, en eru nú ekki allar líkur á því að nýr formaður Sjálfstæðisflokksins komi úr þessum ráðherrahópi, það er ekki Það skiptir samt ekki máli. Viðkomandi ráðherra er ekkert að fara að fjarlæga sig ríkisstjórninni sem að setið í. Ég veit það, en þau klára kjörtímabilið, þau bara ákveða að hafa vorkostningar í staðan fyrir hauskostningar. Já. Laga þessar skekkjur sem eru búin að vera með. Ef að Bjarni verður hins vegar áfram, þá var það tímalaust hauskostningar. Þú vilst ráð fyrir því að Bjarni hætti? Ég held að margir að pæli. Nei, ég held að hann væri aldrei felldur ef hann býður sig fram. Það er ekki síðan það er það sem að sjálfsagt hafi verið að vesenast í undanferð að reyna að finna einhvern annan í staðinn og þau bara hafi ekki getað það því að leið og Bjarni stígur til hliðar og verður eitthvað formannskjör þá er Gulli líklega að fara að vinna og þeim finnst það ekkert rosalega spennandi sem er mjög áhugavert. Heyrðu, en við ætlum að segja þetta gott. Ég þakka ykkur fyrir komuna. Þú erum rétt að byrja. Já, ég held að búin að hita okkur upp. Já, hvað baka mikið fyrir jólinu. Nei, heyrðu, segjum þetta gott að sinni. Aðalsteinn Hjartarson og Björn Leví Gunnarsson. Takk fyrir. Og ég held að Gunnar Smári taki við að mér. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.